Sæl og velkomin að skjánum. Þetta Öryrkjaráðið á Samstöðinni og ég heiti María Pétursdóttir og hjá mér Dr. Kolbeinn H. Stefánsson, félagsfræðingur. Velkomin, Kolbeinn. Takk. Þú hefur verið að gera svona lífskjararannsóknir á bæði fátækt og stöðu öryrkja. Skrifaði grein í Stundina núna á dögunum 27. mars, allar bjargir bannaðar, sem ég var afskaplega glöð að sjá. Þó að ég verð að viðurkenna það að þú ert að útskýra örorkuna og uppbyggingu örorkunar og skerðingarnar og hvernig það svona borgar sig í rauninni ótrúlega illa fyrir öryrkja að vinna. En samt þó að ég sé alltaf að skoða þetta í rauninni sjálf með mína eigin örorku og leiðrétta, því það eru margir öryrkjar sem að halda ennþá að þú megir vinna fyrir einhverju ákveðinu á þess að skerðast nokkuð, og ég er alltaf einhvern veginn að leiðrétta þetta. Þetta er bara svona útbreiddur misskilningur, af því örorkan er samsett þarna úr nokkrum liðum eins og kemur inn. En ég lendi samt í því að skilja samt ekki ákveðið sem að þú ert að reyna að útskýra þannig í greininni. Það sem við kalla krónufallið og annað. Þannig að mér langar ofsalega til þess að bara fá svona smá auka útskýringar á þessu. Já, þetta er náttúrulega býsna flókið kerfi til að byrja með. Það er náttúrulega örorkulífeyririnn settur saman úr 4 til 5 mismunandi liðum, eftir því hvort þú býrð með öðrum fullorðnum einstaklingi eða ekki. 2 af þessum liðum að skerðast við tekjur kringum 216.000 krónur. Aðrir liðir þeir skerðast bara við leið og fólk byrjar að hafa tekjur. Stærsti liðurinn af þessu, það er svona kannski grunnurinn, er náttúrulega þannig að við skoðum þessi örorkulífeyri og aldurstengda örorkuuppbótin. Það er það sem sagt upphæðar på tæplega 50.000 krónur á mánuði sem að byrja að skerðast til 216.000 krónur. Tekjutryggingin er hins vegar stærsti hlutinn af lífeyrnum sem er 154.000 krónur. Svo koma þetta heimilisuppbótin og svo fyrir framfærsluuppbót. Og sem sagt aldurstengda örorkuuppbótin, hún skilgreinir það því hvenær á hvaða aldri fólk er þegar verður örorkulífeyrisþegar. Og svo framfærsluuppbótin kemur svo einhvern veginn á móti til þess að tryggja ákveðna grunnframfærslu samkvæmt framfærsluviðmiðum. En það til dæmis þýðir það að fólk sem verður ungt örorkulífeyrisþegar, það er í betri stöðu gagnvart skerðingum heldur en fólk sem verður seinna örorkulífeyrisþegar. Af því að framfærsluuppbótin, hún byrjar að skerðast strax ef fólk hefur einhverja tekjur, en aldurstengda uppbótin seinna. Þannig að það er alls konar svona flækjur í þessu kerfi sem að gera það mjög ógagnsætt og erfitt átt að sagði hvernig það virkar. Einmitt. Ég hélt til dæmis alltaf að lengi vel að aldurstengda örorkan væri bara först út frá því hvenær þú færir á örorku og hún myndi ekkert skerðast. Af því þetta væri bara, hefði með eitthvað allt annað að gera, En svo sá ég það einhvern tímann að skoða, jú, hún skerðist alveg líka. Hún gerir það, Förðulegt kerfi. Já, og þetta er einhvern veginn svona eins og hver einasti liður sé einhvern veginn hannaður til að díla við einhverja ákveðna annmarka af öðrum liðum, en samt ekki á þann hátt að einn hafi það gott á örorkulífeyri. Þetta er svona, og einmitt mjög erfitt að átta sig nákvæmlega hvað þýðir að fyrir tiltekin einstaklinga að hafa tiltekna tekjur. Já, einmitt. Það er stundu talað að þetta sé svona stagbætt kerfi. Já. Og þá þurfum við bara að hreinsa það einhvern veginn út og byggja það upp á nýtt, Ertu sammála því? Ég er alltaf mjög hrifinn af því að hafa hlutir eins einfalda og hægt er. Ég sé þess að kannski ekki til þess að forgangsatriði akkurat á þessum tímapunkti. Það er kannski fyrst að vera forgangsatriði okkar að annars vegar að tryggja því að fólk sem getur lítið eða ekkert unnið að það hafi mannsæmandi framfærslu. Og svo að tryggja það líka að fólk njóti góðs af því að vinna, að það bæti kjör fólks einhverju mæli að vera í launavinnu. Því eins og staðan er í dag þá er ofboðslega lítill hluti af tekjum sem að fólk heldur eftir. Já, eins og þú fórst yfir þetta í Stundinni, þá tókst svona dæmi af konu sem
vinnur sér inn fyrir 63.400 krónum heldur eftir aðeins 13.938 krónum í 25% vinnu. Já, ég get bara sýnt hérna, Já. ég get sýnt bara mynda þessu, sem sagt hvernig þetta lítur út. Forsenduna sem ég gef mér í þessu dæmi sem sagt einstaklingur sem býr einn, barnlaus, ekki með hreyfihömlun, verður öryrki 20 ára, það árið í ár, og reiknað sem hlutfall af lágmarkstekjutryggingunni á almennu vinnumarkaði. Þannig ég gef mér að mannskæð sé hlutastarfi en fái samt ríflega greitt fyrir hlutastarf, umfram takstur raunverulega. Þetta svona ákveðið, það erfitt nákvæmlega að negla niður tölur fyrir þetta, en þetta svona dregur fram hvernig þetta kerfi virkar. Og ef við skoðum bara eins og hérna, hér sjáum við þessa bláu línu, hún segir okkur atvinnutekjuna sem að viðkomandi að vinna sér inn með vaxandi starfshlutfalli. Ef þetta væri mjög vel hannað kerfi, segjum þessi vel hannað skerðingakerfi, þá væri einhvers punktur þar sem að ráðstöfunartekjurnar myndu hækka svona samhliða, kannski aðeins hægar, og svo væri einhver skurðarpunktur þar einhvers staðar. En raunverulega breytast ráðstöfunartekjurnar eins og appelsínugúlalínan hérna sýnir. Þær hækka mjög hægt og lítið. Það ákveðið bilana þar sem að samspil skatta og skerðinga virkar þannig að það er svona aðeins hraðari vöxtur, aðeins herra hlutfall af tekjunum sem fólk heldur eftir. Og við getum sagt það, en bara allir sem dæmi, þá getum við nefnt það að fyrir það að fara úr 25% starfi í 100% starf, sem auðvitað ekki sérstaklega raunsett scenario fyrir marga örorkulífeyrisþega af því að fólk getur alltaf með skerta starfsgetu. En fyrir þetta, þá myndi atvinnutekjurnar hækka 300%, en ráðstöfunartekjurnar bara 22%, sem sýnir hvað óbærslega lítill ábati af því fyrir fólk að vinna. Já. Þarf að vera komin í rosa mikla vinnu til þess að þá rauninni ekkert lengur eins og öryrki. Nei, það það. Og kannski ef við svona veltum fyrir okkur svo seinna bilinu, það þetta krónufall. Krónufallið eitthvað sem að er erfitt að ná utan þessum hugmynd. Það virkar einfaldlega þannig að á tiltekna krónutölu þá hverfa sem sagt allar greiðslur frá Tryggingastofnun. Og ef við bara svona fletta þessu upp nákvæmlega hvernig þetta leit út. Þetta rúmlega 400.000 krónur og sem sagt fólki þannig 1 krónu frá krónufallinu. Það verða með 100.000 krónur rúmlega frá Tryggingastofnun. En sem sagt leið og fer þess að auka krónu umfram. Verður fyrir því óláni að fá launahækkun eða eitthvað slíkt. Þá hverfur allt. Þannig að raunverulega lækkar ráðstöfunartekjur fólks við það að bæta við sig 1 krónu. Þannig að þetta hefur líka fleiri svona óöflegar afleiðingar eins og til dæmis starfssamningar Vinnumálastofnunar þar sem að atvinnurekendur fá endurgreiðslu á hluti af launum einstaklings sem er með skerta starfsgetu. Þessi samningar þeir eru bundnir við það að fólk fái greiðslur frá Tryggingastofnun. Ekki bundnir við það að fólk sem er örorkumat heldur að það komi hreinlega greiðsla. Þannig að ef fólk sem sagt tekjur einstaklings á þannig samningi hækka þannig að hann fær umfram þessi mörk, þá missir hann réttinn til starfssamningsins sem að þýðir annarkvort að einstaklingur missir starfið eða þá að atvinnurekandinn lækkar við starfshlutfallið til þess að þetta gangi allt upp. Og fyrir úrræði sem á að virka vinnuhvetjandi, þá er þetta náttúrulega mjög alvarlegur galli. Já. Svo var annað sem að ég velti fyrir mér þegar ég las greinina þína og var að skoða þetta, að það er það að það eru náttúrulega einhverjir öryrkjar eins og bara ég sjálf til dæmis sem að ég er með námslán. Ég veikist rétt eftir að ég klára nám og ég þarf að láta frysta námslánin mín og ég get látið frysta þau vegna of lágra tekna. En þar eru ennþá inn í kerfinu tekjutengingar við maka og eitthvað slíkt sko. Þannig að það er ennþá
Já, og svo getur maður líka fengið afslátt af fasteignagjöldum og það eitthvað meira svona inn í kerfinu sem að maður lækkar ef maður með lága tekjur og svo við það að eins og þessi tilbúna manneskja þarna fyrir að vinna sér inn fyrir 13.938 krónum þá mögulega myndi hún skríða yfir, ég veit ekki nákvæmlega hvað sko tekjumörkin eru en þau eru mjög lág, þetta allt mjög þröngt sko sniðið, þannig að mögulega myndi hún þurfa að fara að borga námsláni sína aftur og þá hún í rauninni komin bara jafnvel í mínus. Já, það er nefnilega annar vinkill á þessu að ég hef bara verið að velta fyrir mér sko hvernig skattar og skerðingar virka en það óbúslega mikið af svona keðjuverkunum sem eiga sér stað í þessum kerfum líka, geta varðað húsnæðisstuðning og ýmsa aðra þætti þannig að sem sagt ef við myndum skoða sem svona jaðarskattlagningu þá raun og veru jaðarskattlagning á tekjur örorkulífeyrisþega miklu hærri heldur en til dæmis ég hef reiknað út. Það bara óbúslega margt sem einmitt breytist þegar fólk fyrir að hafa tekjur og það verður öll endurskoðun til dæmis á greiðslukerfi örorkulífeyrisþega þarf að taka inn í þessa keðjuverkandi þætti annars getur kjaraskerðingin orðið ansi harkaleg. Hún náttúrulega harkaleg núna en það getur hreinlega verið þannig að það sé ákveðnum stöðum þar sem fólk einfaldlega að tapa peningum á því að vinna. Já. En svo náttúrulega að sýna fram á það líka hvernig bara frá síðasta hruni í rauninni öryrkjar hafa setið eftir og sérstaklega hvað þú talar um 2009-10. Já, það er svona 2009 voru grunnlaun örorkulífeyrisþega hvað 95% af lægstu launum. Já, í dag eru þau bara 75%. Já, og við getum hér með sem sagt til dæmis hérna erum við með þessum hlutfall af miðgildi svona reglulegra launafullvinnandi fólks. Sko skerðingamörkin sem sagt á milli örorkulífeyrisins og aldurstengdu örorkuuppbótarinnar þau voru jöfnuð á árunum 2008-10 þannig að þau eru sama krónutalan. Síðan hafa þau haldist óbreytt í krónutölu. Á meðan hafa náttúrulega aðra stærðir verið að breytast, sérstaklega vinnumarkaðurinn og sem sagt skerðingamörk örorkulífeyris hafa dregist verulega aftur úr launaþróun á vinnumarkaði. Við getum líka horft á þetta þannig að þau hafa líka dregist aftur úr sem sagt á raunverði ef við reiknum sem sagt bara út frá sem sagt verðlagsþróun. Já, bara kaupmáttur þessa markaðsvirðinga. Þannig að þetta eiginlega segir að það er tvennt sem að þetta þýðir. Þetta þýðir annars vegar það að sem sagt það verður stöðugt erfiðara fyrir örorkulífeyrisþega að bæta hag sinn með því að vinna. Kerfið er stöðugt að verða meira og meira vinnuletjandi. Og það verður því líka það að ábatinn af því að vinna, hann skilar alltaf minni og minni lífskjarabata, þannig að raunverulega er staða öryrkja, hún hefur verið svona hægt og rólega að versna statt og stöðugt síðustu svona 10 árin. Breytingar sem að kannski í hvert sinn hefðu ekki þurft að kosta rosalega mikið. En eftir 10 ár þá er þetta orðið dálítið uppsafnað, þannig að örorkulífeyrisþegar hafa dregist þannig aftur úr í lífskjörum í möguleikum á að bæta kjör sín. Að staðan er bara orðin býsna slæm og það er alveg stórt bilið sem þarf að brúa til þess að rétta aftur stöðu örorkulífeyrisþega. Já, svo velti maður fyrir sér núna bara einmitt í þessu samhengi að því þú ert að skoða líka aftur á tíma hrunsins og í sumum rannsóknum þínum eins og bara rannsóknum á fátækt, barnafátækt og annað, ég var aðeins að skoða þá rannsókn líka. Að þá ertu að skoða einmitt stöðuna í hruninu og í kjölfar hrunsins og svo hugsa maður bara ok, nú erum við að sigla í gegnum annar hrun og það var ekki búið að leiðrétta kjör öryrkja. Nei. Þannig að og eins líka hugsaði ég bara í því tilliti að því í millitíðinni erum við búin að fara í gegnum þessa starfsgetumats pælingar allar og ÖBÍ náttúrulega og
baráttusamtök öryrkja búin að standa í stappi gegn ríkinu með það, sko. Og ég las sjálf mikið af rannsóknum starfsgetumat erlendis og bara atvinnuþátttöku öryrkja einmitt og sem mjög há á Íslandi nota bene, sko. Hún tiltölulega há, 28,5% af íslenskum öryrkjum á vinnumarkaði. Já, nýjastu tölur frá 2017. Ég held nefnilega eitt af því sem verið dálítið skekkt í þessar umræðu starfsgetumati að það hefur verið dálítið fókus að það þurfi einhvern veginn að virkja einstaklingana til þess að fara á vinnumarkaðinn. Og ég efast í sjálfu sér ekkert að það sé fullt af fólki sem að gæti notið góðs af einhvers konar virkni og stuðningi. Það er eins og kannski verið dálítið litið framhjá því að þegar 3 af hverjum 10 örorkulífeyrisþegum eru á vinnumarkaði, þá bendir þetta til þess að vandamálið sé ekki vinnuvilji örorkulífeyrisþega eða einhvern veginn að það þarf að móta yfir hópinn sérstaklega. Við erum að horfa að 3 af hverjum 10 þrátt fyrir að vinnan skili ofboðslega litlum aukatekjum. Og það skýrist aldrei að því líka að vinnan svo miklu meira en bara tekjuöflun. Vinnan félagsskapur, hún hlutverk, hún gefur svona festu í hversdaginn okkar eins og fólk nú almennt að fá að reyna á eigin skinni þessa dagana. Já. Þannig að sem sagt það eftirsóknarvert fyrir örorkulífeyrisþega að fá að vinna eins og þeir geta í vinnu þar sem þeir fá stuðning út frá sem sagt þeim hlutum sem að hamla eða skerða starfsgetu þeirra. Þannig að sem sagt, þegar maður horfa allt þetta þá virkar áherslan dálítið á skjön. Ef við myndum fyrsta og augljósta aðgerðin ef við viljum auka atvinnuþátttöku örorkulífeyrisþega að draga úr skerðingunum. Já, einmitt. Það bara gefur strax sterkan hvata. Svo þetta hitt að sko það kannski íslenskt atvinnulíf dálítið þannig að á hverjum tíma þá vantar okkur yfirleitt hendur. Venjulega árið, þá við erum að virkja, örorkulífeyrisþegar eru virkir að vinnumarkaði, námsmenn, ungt fólk sem allir verða ekki og við erum með há hlutfall af svona jaðarhópum sem raunverulega að virka á vinnumarkaði þegar við byrjum saman með Evrópulöndin. Það sem að gerist auðvitað hins vegar eins og núna þegar harkalegur samdráttur, þá hættan svo að það verði örorkulífeyrisþegar fyrst og fremst verði fyrsti hópurinn út. Já, það var einmitt það sem ég var að hugsa og var að lesa einmitt í þessum rannsóknum í tengslum við starfsgetumat, sko. Þetta svona síðasti hópurinn sem fólk vill fá í vinnu og þetta fyrsti hópurinn sem dettur út af vinnumarkaði þegar eitthvað gerir. Það þannig, það náttúrulega rannsókn sem bendir til þess að það sé töluverðir fordómar fyrir öryrkjum á vinnumarkaðnum. Ekki bara hjá atvinnurekendum, heldur líka hjá mögulegu samstarfsfólki. Og svo þegar kemur að því að þurfa að skera harkalega niður að segja fólki, þá náttúrulega fara atvinnurekendur mjög kalt í það að meta hvernig þeir geta haldið sem mestri framleiðni með sem fæstu af starfsfólkinu og velja þetta út frá því. Svona almennt, þetta undirtekningar frá því, en sem sagt hættan svo núna til þess að atvinnuþátttaka örorkulífeyrisþega snarmingi og atvinnuleysi í hópnum aukist mjög hratt líka, hraðar en öðrum. Þannig að þetta sem sagt, þetta síðasti hópurinn inn af því að það vantar fleiri hendur og öllum höndum verður tekið, en fyrsti hópurinn út þegar það þrengir að. Já. En hefur eitthvað verið mælt, veistu það hvort það hafi eitthvað verið rannsakað og hversu stórt hlutfall af öryrkjum eru í sjálfboðavinnu? Ég veit ekki til þess að það hafi verið rannsakað sérstaklega. Því mér einhvern veginn svona, maður grunar að það sé alveg slatti, sko. Út af þessum skerðingum, sko, af því að ég til dæmis segi fyrir sjálfa mig, sko, ég stundum boðið eitthvað fyrir laun og ég segi, herri, ég skal bara frekka að gera þetta ókeypis af því það bara kemur ekkert vel út fyrir mig að gera þetta fyrir laun. Já, ég get alveg ímyndað með það að sem sagt, örorkulífeyrisþegar sem margir hverjir mér virkir í félagsstarfi, bæði veitir átt sveigjanleika sem að vinnumarkaðurinn gerir ekki, þannig að það auðvitað að vinna í kringum skerðingarnar. En líka akkurat þetta að sko í staðinn fyrir að vinna þá verður félagsstarfið verður einhvern veginn vettvangur fyrir tengslin og
bara svona þess að fullnægja sem þurfum í lífinu bara með því að vera þátttakendur í samfélaginu. Já, einmitt. Einmitt. Já, einmitt. En já, einmitt, mér er líka svolítið svona, já, merkilegt að lesa þessar lífskjara rannsóknir bara með varandi fátæk börn, sko. Og í hruninu að það er líka talað þú talar að þessi svona skeri sig úr þessu hópur sem fólk sem atvinnulaust. Já. Núna erum við að fara að stefna í hvað 20% mögulega. Það er alltaf erfitt að meta sko breytingar hjá þeim hópi. Það er erfitt að meta breytingar hjá þessum hópi yfir tíma sem atvinnulaus sko. Af því að bæði sem lengd atvinnulaus og samsynning hópsins breytist mjög ört sko. En eitt sem hefur staðið alltaf upp úr eins og ég rækka augun í þegar ég var að vinna þessa skýrslu fátækt barna er það að það eru tveir þættir sem hafa meiri áhrif en aðrir á það líkur barna að búa við fátækt. Það er annars að vera að búa hjá einstæðu foreldri og hins vegar að það er öryrkja á heimilinu. Og svo þegar ég var að skoða tölurnar hvernig þetta þróaðist fyrir fólk með örorku, þá nutu allir hópar góðs af batnandi efnahagsástandi eftir 2011 nema öryrkjar. Öryrkjar héldu áfram að þeir náðu sér aldrei niður aftur, þeirra skortsmælingar hækkuðu allar og voru svo bara flatar eftir það, þannig að það var bara svona nýtt level shift. En hvernig ég fór einmitt að hugsa líka út frá þessu, hvernig kom þið þá út sko einstæðir foreldrar sem eru öryrkjar? Eru þeir þá ekki bara allra verst settir eða þeir að fá einhverja auka? Þeir fá að vissulega auka stuðningi gegnum sem sagt örorkulífeyriskerfið okkar. Þeir fá greiðslu með börnunum. Ég held að það lifi nú enginn í vellistingum með þessum aðstæðum, hins vegar. Af því að það bæði náttúrulega er sko starfsgetan og orkan skert og erfitt fyrir fólk í ofanálag þess vegna að ná sér í nokkuð svona aukatekjur. Og það sem sagt, þannig að staðan getur orðið býsna, þetta er bara svona viðvarandi lágtekja ástand, þannig að fólk það étur upp sparifé og eignir ef það átt ykkur fyrir. Það fullnýtir all lánstraust sem að í ofanálag minna heldur hjá þeim sem ekki eru öryrkjar. Þannig að staðan verður mjög hratt, mjög þröng. Já, og líka, mér fannst einmitt, líka athyglisverður þessi punktur að sko þrátt fyrir að slefa einhvern veginn alltaf kannski yfir fátækramarkatöluna. Já. Að þá einhvern veginn með langvarandi lágum tekjum og þá maður í rauninni bara undir, þá maður í fátækt. Já, það er náttúrulega líka alltaf mikilvægt að hugsa að fátækt er sko ástand sem að byggjast upp yfir tíma. Fólk sem þú veist, veikist tímabundið, fólk sem missir vinnu tímabundið, fólk sem fór í fæðingarorlof árunum eftir hrun til dæmis, það lenti allt í því að eiga vont ár tekjuleysið. En sem sagt, ef að hlutinni ná sér svo rétt ról, það kemst aftur á fætur og kemst í vinnu og allt það, þá fólk með fljótt rétt ár kúmum. Það að vera með lága tekjur eitt ár ekkert svona stórkostlegt atriði fyrir flest okkar. En náttúrulega það sem að örorkulífeyriskerfið okkar gerir, það heldur fólki viðvarandi með lágar tekjur, jafnvel þó að það sé fyrir ofan þessi skilgreindu lágtekjumörk, eins og þau eru. Þá að vera mjög lengi rétt fyrir ofan þessi mörk þýðir samt sem áður að fólk hægt og rólega að lenda síga í dýpri fátækt. Þannig að þegar þetta eru kannski 10 ár þá bara staðan orðin svo þröng og uppsafnaðar skuldir og það raun og ekkert, fólk býr við fátækt þó það mælist ekki samkvæmt þessar tilteknu mælingu í fátækt. Er þetta ekki ópraktist fyrir samfélagið að bara reka hópa í fátækt og allar þessar skerðingar á örorkubótum? Ég meina, kemur þetta ekki bara út fyrir samfélagið í mínus í rauninni? Svona heildina litið? Ég held það almennt. Ég held að, sem sagt, svona, ef maður horfir á langtímamyndina, þá séum við betur sett með kerfi sem að skerðir minna. Ég hef fyrir mitt leyti ekki alveg kynnt því að það sé einhverjar skerðingar. Einhvern veginn þannig kannski að fólk sem komið með ásættanlegar tekjur á vinnumarkaði sem sagt
það klárlega þurfi ekki engan aukastuðning, einhvers staðar. Ég veit ekki nákvæmlega hvað ég myndi draga línuna, en gott og vel. Það þarf hins vegar að vera þannig að annars vegar sko þarf að vera fjárhagsleg hvati fyrir fólk með örorkulífeyri til þess að vinna. Og svo þurfum við að skapa stuðningin í atvinnulífinu. Við þurfum að hafa úrræði sem að gera atvinnulífinu það kleift að hafa fólk með skerta starfsgetu. Við þurfum að taka tillit til þess hvað skert starfsgeta fjölbreytt fyrirbæri líka. Það stundum í umræðinu starfsgetumati talað eins og að sko að með 50% starfsgetu eða 25% starfsgetu, þá sé það eitthvað svona fasti að alla daga getur unnið þá 2 tíma á dag. Margar skeðraskanir eru þannig sem augljóst dæmi að þú getur verið með sko 100% starfsgetu í dag og aðeins að geta séð fyrir enga á morgun. Þannig að það þarf þennan stuðning, það þarf að vinna gegn fordómum, það þarf að bæta löggjöf til þess að bæta réttarstöðu starfsfólks með skerta starfsgetu. Ég held að það sé akkurat á þessum stöðum sem það þarf að vinna til mikla vinnu. Frekar heldur en að leggja allas áherslu á starfsgetumati sem slíkt. Og ég held að ef fólk getur bætt hagsmuni með vinnu og að það fær stuðning sem það þarf til þess að vinna, þá sé fólk tilbúið að vinna. Já, ég held það líka. En fólk sem hefur kannski verið haldið utan vinnumarkaðarins með þessum hörðu skerðingum í langan tíma, það kannski þarf einmitt á stuðningnum að halda sem að fælist í starfsendurhæfingu eða slíku. Hvað svo við lendum ekki í því sama og bara í kjölfar hrunsins. Hvað hefðu þið þurft að gera núna? Eru stjórnvöld að gera það sem þau ættu að vera að gera? Þau eru að tala 20.000 króna eingreiðslu til öryrkja 1. júní eða eitthvað svoleiðis? Já. Það er ekkert verið að tala að hækka bætur eða neitt slíkt. Það tala síðan að hækka barnabætur. Já. Finnst þér þetta að vera eitthvað til að tala eða? Nei, ég sjálf sér ekki, sko. Það svona sem má fagna allir viðleitni til þess að gera eitthvað. En sko, ég held að staðan sé þetta aldrei þessi að sko COVID-faraldurinn mun líða hjá. Kreppan sem að leiðir á hana mun líka líða hjá. Það mun taka lengri tíma, en hún mun líka líða hjá. Eftir standa þessi vandamál sem að voru til staðar fyrir. Því að sko allar aðra stærðir samfélagsins, þær halda áfram að vera til. Það fer ekkert allt annað á hold. Og eftir stendur þetta bil sem hefur myndast á milli örorkulífeyrisþega og annarra Íslendinga, sérstaklega vinnandi Íslendinga. Það hefur bara fengið að stækka statt og stöðugt og reglulega síðustu 10 árin. Og þess vegna það þarf að vinna á því og það þarf að vinna á því alfarið óháð þessum faraldri og þeim aðgerðum sem að tengjast honum. Það er líka býsað mikilvægt held ég að fara í aðgerðir í kringum þetta fyrir örorkulífeyrisþega á þessum tímamóti sem að sko snúa að faraldrinum sérstaklega. Það er einhvern veginn, fólk ekkert endilega augljóst en til dæmis í þessu samkomu banns og ég fælt sóttkví ástandi þá það fylgir því mikill aukinn kostnaður. Það verður dýrar að komast af, tengslanetinn sem fólk reiðir sig á, þau eru miklu veikari, að mennta gengur yfir, ýmis sjálfboðlega samtök í verri stöðu til þess að veita stuðning eins og vonandi matagjafir eða bónuskort eða eitthvað slíkt sko. Og þetta kemur allt saman og við erum að tala hóp sem að sko hefur hugsanlega með mikilli aðlögun og mikilli reynslun og að koma sér upp sko lífsháttum sem eru þannig að þeim tekst einhvern veginn að skrifta með þessum björgum og þessum lágu almannatryggingagreiðslum. Ekki ríklu lífi eða lífi sem að fólki finnst almennt eftir svona verð, en það nær einhvern veginn að komast mánuð til mánuð. Það má ekkert út að breiða fyrir þennan hóp. Og bara kostnaðaraukning upp á 10 skall bara þáttið katastrófisk fyrir þennan hóp en fyrir hljóms millitekju fólk smávægilega óþægindi en ekkert sem skiptir máli. Og ég held að
Þess vegna held ég dálítið að það megi ekki, sko, við megum ekki missa boltann þegar kemur að því að endur skoða sem sagt, stöðu öryrkja í íslensku samfélagi. Við þurfum eftir sem áður, þrátt fyrir faraldurinn og kreppuna, þá þurfum við eftir sem áður að halda til streitu, að bæta grunnlífeyrin, draga úr skerðingum, en við þurfum líka í ofanlega að horfa það hvernig COVID og kreppan að hafa áhrif á lífskjör öryrkja og bregðast við því líka. Og þetta eru stórar fjárhæðir sem þarf til þess að réttarstöðu örorkulífeyrisþega í íslensku samfélagi. Það hefur fengið að þróast þannig á 10 árum. Mér finnst það eins og ekkert verið sérstaklega góð ástæða til þess að ganga ekki í verkið af því að það var bara eins og þannig að ef þú safnar upp skuldum og þarftu á einhverjum tímapunkti að borga. Þetta er dálítið svipuð staða sem uppi. Já, einmitt. Það er ekki þetta að komast hjá þessu, þó að sé einhver kreppa núna. Nei, ekki í ríku samfélagi sem vil telja sig mannúðlegt. Það er bara engan átt ásættilegt. Látum þetta vera loka orðin. Þakka kærlega fyrir þetta, Kolbeinn. Bara takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Já. Takk fyrir að koma. Og ég bara minni á Facebook síðun okkar, Öryrkjaráðið, og endilega verið í sambandi ef að þið viljið koma einhverju efni að í þáttinn eða viljið taka þátt. Sjáumst næst.